Þá komið að 7. lið, Baldursnes 10, breyting á deiliskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Baldursnes 10, breyting á deiliskipulagi, og til að byrja með að kannski gera örlítið grein fyrir hvar þetta þetta segir allavega almenningi held ég ekki mikið Baldursnes 10 en til að reyna að lýsa þeim með orðum að þá þetta austan við Bíkó, áttina sjónum frá Bíkó en þó austan við Baldursnes og eiginlega beint sunnan við áningarstaðinn í Krossanesborgum sem að margir þekkja til, bílastæði eða það sem að maður kemur á hjóli eða hvernig sem maður kemur þangað. Þannig að þetta staðurinn og þetta liður 6 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 12. nóvember 2025 lögð fram á lokinni auglýsingu tillaga breytingu á deiliskipulagi Krossaneshaga A og B áfanga sem felur í sér að afmörkuð rúmlega 1,8 hektara athafnalóð við Baldursnes 10. Nýtingarhlutfall 0,3, hámarks vegghæð 12 metrar og hámarks hæð, þar að segja með þaki 15 metrar. Sett kvöð tré og gróður við hönnun lóðar og gert ráð fyrir að lóð sé afmörkuð með gróðri og eða girðingum. Þá jafnframt gert ráð fyrir að skipulagssvæði A áfanga Krossaneshaga stækki til austurs og skipulagssvæði B áfanga minnki til samræmis. Þetta snýst eiginlega bara það að þessi lóð verður svo stór að hún nær eiginlega út fyrir A áfangan eins og hann var hugsaður upphaflega. Á kynningartíma bárust umsagnir frá Minjastofnun Íslands, Landsneti, Norðurorku og umhverfis- og mannvirkjasviði Akureyrarbæjar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytinga á deiliskipulagi verði samþykkt með þeirri breytingu að helgunarsvæði háspennustrengs Rangárvallalínu 2 verði bætt inn og að afmarkað verði svæði sunnan lóðarinnar fyrir útivistarstíg. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu orðið laust sem ekki hefur hvað sér hljóðs þessi geta samþykkt gefur merki. Það 11.